þá færum við okkur í lið númer 8. Það Grófin geðrækt og það bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjörg Jónsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Grófin geðrækt hefur verið starfrækt á Akureyri í að verða 10 ár en hún var stofnuð á alþjóðlega geðverndardaginn 10. október árið 2013. Grófin geðræktarstaður fyrir fullorðna einstaklinga 18 ára og eldri sem hafa upplifað geðræna erfiðleika og gefst þeim kostur á að vinna í samvinnu við jafningja og fagfólk úr þeim erfiðleikum og reynda fulltrúa notenda. Grófin hefur þó sérstöðu umfram önnur úrræði að það eina notendastýrða úrræðið á Norðurlandi eystra. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin telur að 22–24% íbúa vestrænna landa þjáist af geðheilbrigðisvanda einhver tíman á ævinni. Ef við heimfærum þessar tölur yfir á Akureyri þá má búast við því að 4.400 til 4.800 einstaklingar á Akureyri upplifi einhvers konar geðröskun á lífsleiðinni. Það mjög mikilvægt að til séu öflug úrræði í nærsamfélaginu og einstaklingar með geðrænan vanda eigi greiðan aðgang að þeim. Ólík úrræði fyrir fólk með geðraskanir eru miskostnaðarsöm fyrir samfélagið. Það fer eftir eðli þeirra og umfangs. Það þó ekkert þeirra jafn dýrt og afdrifaríkt fyrir einstaklinga með geðraskanir, fjölskyldur þeirra og allt samfélagið að gera ekki neitt. Það nauðsynlegt að auka virkni og þátttöku í okkar samfélagi en mikilvægast að bæta lífsgæði fólks og það nákvæmlega það sem Grófin gerir notendum, þeim að kostnaðarlausu. Grófin hefur undanfarin ár verið með þjónustusamning við bæði ríki og Vinnumálastofnun. Ítrekaðar tilraunir hafa verið gerðar til þess undanfarið að gera þjónustusamning eða einhvers konar styrktarsamning við Akureyrarbæ. Fyrstu svörin voru þau að forsenda fyrir þjónustusamningi milli Akureyrarbæjar og Gróarinnar væri þjónustusamningur við ríkið. Ekkert hefur þó gerst í þeim málum þó svo að samningur við ríkið hafi verið í höfn fyrir 2,5 ári. Ég vona að við getum ákveðið það hér í dag að styðja við starfsemi Gróarinnar með þjónustusamningi. Það nefnilega hindrun í eflingu á starfsemi ef hugur þeirra sem standa að Grófinni alltaf fastur í því hvernig eigi að fjármagna hlutina og óttinn við hvort eða hvernig starfsemin sé rekin. Fyrir tæpum 5 árum þegar Grófin geðrækt átti 5 ára afmæli kom í fréttum að það veri óvissa starfsemina vegna skorts á fjármagni. Vonandi verða það ekki reglulega fréttir næstu mánuði, misseri og jafnvel árin. Ég vona innilega að við getum hjálpað til ásamt ríkinu með það að Grófin geti fagnað 10 ára afmæli sínu án þess að vera með áhyggjur af rekstri og tilurð þessa mikilvæga úrræðis. Þeir fjármunir sem við leggjum í verkefnið skila samfélaginu okkar margföldum ágóða. Grófin vinnur úr gæðakönnunargögnum þessa dagana en þar sést margt forvitnilegt sem gefur vísbendingar mikilvægi þess að það slíka starfsemi virka í bænum okkar. Þegar spurt var hvort sá stuðningur sem einstaklingar við fengið í Grófinni hafa á einhverjum tímapunkti komið í veg fyrir að einstaklingurinn hafi þurft að leita til læknis eða bráðaþjónustu, svöruðu 70% svarenda því játandi. Þeir sem svöruðu spurningunni játandi mæta þann meðaltali oftar í Grófina en þeir sem svöruðu henni neitandi. Svo einhver fylgni gæti verið milli meiri virkni og minni þörf á bráðaþjónustu. 60% svarenda töldu að sá stuðningur sem þau fá í Grófinni hafi dregið úr þörf þeirra á öðrum geðúrræðum. Þetta eru bara örfá atriði úr könnun sem verður gerð opinber innan skamms og fólk getur kynnt sér. Það mjög mikilvægt að hlusta á hvað notendur að segja okkur. Starf Gróarinnar fjölbreytt og stuðningur í ýmsu formi þar lykilatriði. Starfsemi Gróarinnar styður við önnur úrræði í samfélaginu okkar og nauðsynlegur hlekkur í keðju sem má ekki slitna. Akureyrarbær vísar fólki í Grófina ásamt mörgum öðrum stofnunum í okkar nær samfélagi. Grófin opið samfélag jafningja og fagaðila
þar sem ekki þarf að panta tíma. Úrræði eins og Grófin er samfélagsbætandi. Það gefur ákveðna mynd okkar samfélag hvernig við sinnum þessum málaflokki. Við skulum hafa það í huga að starfsemi Grófarinnar og sambærileg starfsemi er ekki síður fjárhagslega hagkvæm fyrir samfélagið ásamt því að stuðla að bættum lífsgæðum fyrir notendur. Ég vil leggja fram eftirfarandi tillögu. Hún hljóðar svo: Bæjarstjórn gerir sér grein fyrir þeirri mikilvægu þjónustu sem Grófin geðrækt sinnir í samfélaginu okkar og samþykkir að gerður verði þjónustusamningur við Grófina geðrækt til 3 ára. Bæjarstjórn vísar gerð þjónustusamnings til velferðarráðs. Þekkum bæjarfulltrúi Jönu Salóme Ingibjörg Jónsdóttir fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Brynjólfur Jóhannsson gjör svo vel. Forseti, góðir fulltrúar, ég hef nú ekki getað sagt þetta betur en hún Jana. Ég hef nú búin að fylgjast nákvæmlega með þessi 10 ár og ég tek undir hvert einasta orð sem hér var sagt. Það er mjög mikilvægt að Akureyri eigi svona úrræði. Reykjavík er með hugarafl, Reykjavík er með hlutverkasetur, Reykjavík er með geðhjálp, nokkurn veginn út af fyrir sig. Geðhjálp áttu einu sinni að vera fyrir allt landið, en er nú mest fyrir Reykjavík. Þannig að okkur vantaði eitthvað sambærilegt hérna fyrir norðan, því við erum náttúrulega eins og bara aðrir Íslendingar. Þessi 22–24% sem er þekkt tala í heiminum, hún á við okkur líka og alla Íslendinga. Ég ætla aðeins að bara hæla okkur sem að komum að þessu, nota tækifærið á tíma, að segja aðeins frá því hvernig þetta gerðist áður en við byrjuðum. Það fór þannig illa fyrir sjúkrahúsinu Akureyri, það lagði niður dagdeildina sína 2008 og þá urðu vandræði og þá komu upp þarfir á að búa til eitthvað úrræði sem að gæti komið í staðinn fyrir það. Og þá hóf grasrótin vegferðina. Ég ætla aðeins að lesa hérna upp úr þessu. Ég ætla að gefa ykkur allir svona eintak á eftir. Ég ætla að lesa aðeins upp úr þessu núna, svo kom ykkur á sporið. Nú, geðlæknar fóru til útlanda, þeir komust að því hver notendasamtök væru mikilvæg fyrir fólk sem átti í geðrænum vanda og sannfærðust þeir að nauðsynlegt væri að stofna bækistöð notenda á Akureyri sem væri ótengt sjúkrahúsi bæjarins. Í þessu samhengi ber að ítreka að dagdeild geðdeildar FSA á skólastíg 7, allt breytir nafn, sjúkrahús Akureyri hét FSA bara fyrir þessum árum síðan. Í þessu samhengi ber að ítreka að dagdeild geðdeildar FSA á skólastíg 7 hafði verið lögð niður árið 2008 og lá því fyrir að svo ákvörðun átti eftir að bitna á fólki sem stóð höllum fæti í bænum. Við þessu þurfti að bregðast. Haustið 2011 var kallað saman á vikulega fundi í Lautinni, Brekkugötu 34, svo kallaði miðvikudagsfundir. Þar var farið yfir mögulegar úrlausnir og óskir skjólstæðingar ræddar. Þetta var grasrótarhópur af sama meiði og geðvendafélagið hafði náð að safna saman á fyrri starfsárum sínum. Hópurinn var leitandi og reyndu meðlimir að veita hver öðrum stuðning og umhyggju. Smám saman komst betri mynd og það sem fólkið vildi og niðurstaðan var þessi. Góðir hluti gerast hægt, seinna á árinu, já við erum komin að 2013, byrjum þetta 2011, við erum komin að 2013, seinna á árinu gerði Geðvendafélag Akureyrar leigusamningu í Reyti fasteignafélag leigu á Hafnarstræti 95, 4. hæð. Þar gafst umræddum grasrótarhópi tækifæri til að móta áfram hugmyndir sínar og áform velferð geðveiks fólks. Grófin, sem að hétt Grófin geðvendamiðstöð þá, nú heitir Grófin geðrækt sem er miklu betra. Þau tímamót urðu haustið 2014 að Valdís Eyja Pálsdóttir sálfræðingur var ráðin til starfa í miðstöðinni með þjónustusamningi við Vinnumálastofnun. Þar var lagður grunnur að því að hinn fjölbreytti notendahópur Grófarinnar hefði faglegan stuðning. Slíkt hafði alltaf verið eitt af markmiðum Geðvendafélagsins. Grófin var að slíta barnskonum og framönda var að losa tengslin við Geðvendafélagið og síðan varð Grófin sjálfstætt afl og með sína eigin kennitölu losaði sig frá Geðvendafélaginu. Geðvendafélagið var fyrstu árin eins og sagt var í ungdæmi mín í Reykjavík, ríki frændin í Ameríku með peningana. Geðvendafélag Akureyri áttu peninga og gat lagt í þetta og ítt þessu komið svo stað og fjármagnaði fyrstu árin.
ríki frændin í Ameríku átti alltaf peninga þegar ég var ungur maður í Reykjavík. Svo ætla ég senda ykkur hérna eitt eintak af þessu. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Brynjólfi Ingvarssyni fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúa Huldu Elma Eysteinsdóttur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að byrja að þakka bæjarfulltrúa Jönu Salóme fyrir að setja máli á dagskrá og fyrir að vekja athygli á þeirri mikilvægu þjónustu sem Grófin geðrækt býður upp á. En hún er afar mikilvægur vettvangur fyrir fólk sem glímir við geðraskanir. Frá því ég tók við sem formaður velferðarráðs hef ég átt nokkur góð samtöl við forsvarsfólk Grófarinnar. Ég hef farið 2 heimsóknir í Grófina og það fer ekki á milli mála hversu frábært og mikilvægt starf er unnið þar. Miklar áskoranir eru í heilbrigðismálum hér á landi og ekki hvað síst ekki að heilbrigðismálum. Heilbrigðisþjónusta er eins og við vitum á hendi ríkisins og á það einnig við endurhæfingu en hún er einnig hlutverk ríkisins. Akureyrarbær hefur langt skeið komið að rekstri lautarinnar og sér í dag alfarið rekstur hennar. Starfsfólk velferðarsviðs hefur nokkuð skeið verið í samtali við forsvarsfólk og lautarinnar hvort og hvernig sveitarfélagið getur komið að því að styðja við starfsemina. Því við gerum okkur öll grein fyrir mikilvægi hennar. Einnig hefur verið skoðað hvort lautin og Grófin gæti verið á sama stað en í mismunandi rýmum. Það samtali enn í gangi en við vonumst til að málin skýrast á næstunni og mögulega aðkoma bæjarins þá skoðuð í tengslum við næstu fjárhagsáætlanagerð. Meirihlutinn telur eðlilegt að velferðarráð ljúki þeirri vinnu sem hafin er og leggi tillögu að næstu skrefum fyrir bæjarráð. Meirihlutinn mun ekki samþykkja tillögu bæjarfulltrúa Hildu Jönu þar sem við teljum að sú vinna sem hafin er Jönu Salóme, ég greinilega ekki að lesa nógu vel hérna, þar sem við teljum að sú vinna sem þegar hafin er inn í velferðarráði eigi að klárast þar. Meirihlutinn mun bóka í samræmi við þessa yfirferð mína. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Huldu Elma Eysteinsdóttur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúa Jana Salóme Ingibjörg Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Brynjólfi fyrir þessa góðu yfirferð söguna. Einnig vil ég þakka bæjarfulltrúa Huldu Elmu Eysteinsdóttur fyrir að koma hérna upp og lýsa yfir vilja meirihlutans. Þá velti ég því fyrir mér hver þessi vinna er sem að er hafin inn í velferðarráði. Var hún formlega ákveðin, önnur er sú að fara í þarfagreiningu fyrir húsnæði lautarinnar sem er eingöngu lautin, enda Grófin og lautin mjög ólík úrræði og og ástæði fyrir því ég myndist ekki á lautina í minni ræðu hér. Hvar er sú vinna, hvenær var tekin ákvörðun þá vinnu og hvenær má vænta þess að fá niðurstöðu úr þeirri vinnu, því að ég tel þörfin að vera brýna á því að við leysum úr þeim vandræðum eða leysum úr því að úrræðin svo Grófin sé ekki endalaust að standa í einhverjum styrkja umsóknum og annað á meðan hún ætti frekar að efla starfsemi sína og reyna að útvíkka hana og bæta. Þannig að ég vil endilega fá svör við þessum spurningum. Þökkum bæjarfulltrúa Jönu Salóme Ingibjörg Jónsdóttur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúa Hulda Elma Eysteinsdóttir. Þessi vinna var kannski ekki formlega ákveðin á einhvern vettvangi en ég veit að fyrrverandi velferðarráð var einnig að vinna þessu á sínum tíma. Þetta var skoðað, Grófin eða Pálína forstöðumaður var oft búin að leita til velferðarráðs eða velferðarsviðs. Þannig að þetta er búið að malla svolítið í kerfinu eftir því sem ég hef komist að. Síðan við komum inn þá við höfum fundað nokkur sinnum aðilar frá meirihlutanum, það hefur farið samtal á milli mitt eins og þú talar lautarinnar og Grófarinnar. Það virðist ekki vera að ganga og það er nokkuð ljóst núna og mun vinnan þá halda áfram núna eftir þá könnun. Þannig að þetta er eitthvað sem er
bara í kerfinu, mögulega hefði þetta verið hægt að vinna þetta hraðar, en þetta viljum við fá að klára samt bara almennilega. Takk fyrir. Takk bæjarfulltrúa Huldu Ölmu Eysteinsdóttur, bæjarfulltrúa Jana Salóme Ingibjörg Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Elmu kærlega fyrir svarið, en vil eindreiði hvetja meirihlutann til þess að taka formlega ákvörðun svo hægt sé að vísa í og fylgja eftir að það sé einhver vinna í yfirstandandi varðandi það að finna út úr því hvernig á að styrkja eða aðstoða starfsemi Grófarinnar. Þakka bæjarfulltrúa Jana Salóme Ingibjörg Jónsdóttir fyrir. Bæjarfulltrúa Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski aðeins og bara þakka bæjarfulltrúa Jana Salóme fyrir að koma með þetta málefni hérna inn, og Grófin geðræktafélag hefur verið, við hefum verið að rætt þetta svona frá því að ég allavega byrjaði hérna í bæjarstjórn on and off, eða með góður íslensku, og það var þakka bæjarfulltrúa Brynjólfur líka fyrir að fara aðeins yfir söguna, sem gefur alveg skýrt til greina á hvers hendi þessi þjónusta það að segja ríkisins. Heilbrigðisþjónusta og ræktarþjónusta, hún á hendi ríkisins. Og eins mikilvægt og þetta fyrir okkar íbúa, og þá þetta eins mikilvægt bara eins og önnur þjónusta sem ríkið að sinna, þá velti ég aðeins fyrir mér, hvernig ég var að koma, og það kannski þess vegna sem þetta velkist eins og bæjarfulltrúi Hulda Elma kom hérna inn á, búið að velkjast svolítið í kerfinu. Hvar á þetta heima? Hversu mikið eigum við að stíga inn í þessa þjónustu? Þetta er ekki eina þjónustan sem að bankar og dyrnar hjá bæjarfélaginu og vill fá stuðning eða óskar eftir stuðningi. Sem að við erum alltaf á annað veifið að kalla eftir meiri fjármunum frá ríkisvaldinu í þau verkefni sem að við erum að sinna. Ætlum við þá að fara að taka okkur verkefni sem ríkið á sannarlega að sinna og gera það án þess að eiga í þessu samtali við ríkið og hvernig á að skipta því. Ég myndi segja að það sé ekkert að því, og þess vegna höfum við alltaf verið í þessu samtali, að það er ekkert að því og sjálfsagt að sveitarfélagi komi að stuðningi við félög sem þessi. En það eru fleiri sem bankadyrnar. Velferðaráð tekur afstöðu til þeirra umsókna sem berast hverju sinni, og ég velti aðeins fyrir mér og veit ekki hvort að formlega beiðni hefur komið frá Grófinni geðræktafélagi og hvenær hún barst þá og hvernig henni hefur verið svarað. Vegna þess að þá hefur þetta formlega verið tekið fyrir í velferðaráði og verið svarað þar væntanlega. Eins og ef það hefur ekki verið gert, að ég sé að bæjarfulltrúi Jana Salóme hristir hausinn, ef það hefur ekki verið gert, þá er það náttúrulega sjálfsagt að gera það, að taka það formlega fyrir og þannig að þetta fái formlega meðferð og verði þá metið eins og önnur slík erindi sem berast til bæjarins. Að þessu sögðu, þá segi ég að þessi þjónusta sem að veita svo sannarlega mikilvæg fyrir fólki sem að nýtur þjónustunar, og við sem svona sveitafélag, og það að því að mörg af þessum málum tengd þjónustu oft svona á gráu svæði, ríkisins sveitafélagsmegin, og þó að okkur sé alltaf að reyna það sé vinni í gangi með að reyna að skýra það betur og betur, þá eftir því sem ég best fæ skilið þessi þjónusta á hendi ríkisins, og bæjarfulltrúi Jana Salóme bara kannski leiðrétti mig ef svo ekki. Þakka bæjarfulltrúa Halla Björk Reynisdóttir fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúa Sunna Hlín Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúa Jönu Salóme kærlega fyrir að taka þetta mál upp og bæjarfulltrúa Brynjólfi fyrir að fara vel yfir upphaf Grófarinnar. Þetta í rauninni úrræði sem maður bara verið að kynnast svona þegar maður kom inn í pólitíkina og síðasta ári, og sem dæmi fórum við bæjarfulltrúa Gunnar Már með Líneik Önnu alþingismanni í heimsókn í Grófuna
fyrir ári síðan og hittum Pálínu sem fór mjög vel yfir starfið þarna og það kom náttúrulega skýrt fram að að barna- og félagsmálaráðherra þá styrkti þetta úrræði 45 milljónir, þannig að tala að ríkið hafi ekki komið að þessu er ekki rétt ef að ég hef skilið það þannig. En ég skil alveg umræðina að þetta sé á gráu svæði og að þarna sé mögulega verið að veita heilbrigðisþjónustu, en ég átta mig samt ekki alveg á hver svo heilbrigðisþjónusta en hugsa kannski meira að þetta sé einhvers konar markmiðasetning, sálfræði þjónusta og svo framvegis. Og mér skilst á til dæmis Pálínu að þeir aðilar sem að sóttu þjónustu í punktinum hafi mikið til fært sig yfir í Grófina eftir að við færðum punktin upp í Víðilund, sem að vissuleyti miður að við höfum mist þennan hóp, en einhverjir þessum hóp hefur fundið sér sinn stað í Grófinni. Þannig að mér langar bara að spyrja formann velferðarráðs eða þá bæjarfulltrúa sem sitja inn í velferðarráði, eins og bæjarfulltrúi Lára Halldóra sem hefur setið þar líka í síðasta kjörtímabili. Er það ekki rétt að félagsþjónustan að senda skjólstæðinga í þetta úrræði? Það hefur svona verið kannski skilaboðin aðeins sem að ég fengi að við sem að nýta þetta úrræði, og þá finnst mér alveg sjálfsagt að við komum með ríkinu að þessu úrræði, en auðvitað þurfum við að vera raunsæ líka og ætla okkur ekki of, en við verðum samt að sýna það að við styðjum þetta mikilvæga úrræði, að það skipti okkur máli. Og Reykjavíkurborg er að styrkja hugarafl ég held ég farið rétt 2 milljónir á ári, Janna Salome, bæjarfulltrúi, ég held ég farið með rétt mál þarna, og þá þykir mér eðlilegt að við gerum eins, að við komum á móti ríkinu í að styrkja þetta úrræði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Jónsdóttir fyrir, bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir tekur til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil einnig þakka bæjarfulltrúa Jönu Salome fyrir að setja þetta mál hér á dagskrá. Þó svo að hins vegar að ég taki undir þau orð bæjarfulltrúa Huldu Elmu að þessi umræða, mér finnst hún eiga heima inn í velferðarráði þar sem að ég mitt sitt, og eins og bæjarfulltrúa Sunna Hlín kom inn á hér áðan og satt líka á síðasta kjörtímabili og þetta er ekkit ný umræða. Ég er svo sannarlega á því að Grófin geðrækt sinnir mjög mikilvægu starfi í okkar samfélagi. Það er svo sannarlega hægt að takast á einhverja skilgreiningar af því hvenær er þjónusta, heilbrigðisþjónusta og hvenær er þjónusta félagsþjónusta. Og bæjarfulltrúi Brynjólfur kom náttúrulega inn á það í sínum orðum hér áðan að það hefði skapast vandræða ástand hér þegar sjúkrahúsið á Akureyri, sem að þá hét FSA, leggur niður sína dagdeild árið 2008 og þá hlýtur það náttúrulega að hafa verið heilbrigðismál á þeim tíma minnst kosti. Varðandi fyrirspurn þína bæjarfulltrúi Sunna Hlín með það hvort að Akureyrarbær er formlega að vísa sínu skjólstæðingum til Grófarinnar. Ég hef það ekkert þannig sem staðfest frá starfsfólki velferðarsviðs, en það hlýtur að vera hægt að fá þær upplýsingar en forsvarsmaður Grófarinnar hefur haft það á orði og ég ætla ekki að draga hennar orð þannig séð í efa. Varðandi aðkomu bæjarins að þessum máli þá er ég alls ekkert frá því, bara engan veginn, að bærin eigi ekkert að koma að Grófinni, bara alls ekki. En af því að það var nefnt hvort að Grófin hefði óskað formlega eftir þjónustusamningi eða styrk, að þá var það tekið fyrir í velferðarráði 23. nóvember síðastliðnum, þær styrkbeiðnir sem lágu fyrir velferðarráði eftir að auglýst var eftir styrkbeiðnum, og þar sendir Grófin geðrækt inn beiðni 8 milljón krónu styrk
5 milljónum krónu vegna stöðugildis og 3 milljónum krónu vegna húsnæðis. Á þessum tíma hafði velferðarráð úr 3 milljónum króna að ráðstafa í styrki. Og þarna voru svo sannarlega fleiri mjög góð málefni og þörf einnig og óska eftir styrkjum eða styrkbeiðnum. Þetta bara auðvitað sjálfsögðu. Alltaf spurningum það hversu mikið getum við styrt, hverja getum við styrt, við þurfum að forgangsraða fjármagni. Ég hef talað fyrir því og talaði ötullega fyrir því í velferðarráði á síðasta kjörtímabili að mér finnist við þurfa að ná betur utanum styrki bæjarins og skoða hvað eru við að styrkja, það eitthvað sem að bera endurskoða og nú ég ekki endilega að segja það að við þurfum endilega að setja eitthvað annað til hliðar ef við ætluðum að skoða það, að styrkja grófina, en þetta snýst alltaf hins vegar það að við höfum ákveð fjármagn sem við þurfum að forgangsraða. Þannig að það var hér í bæjarstjórn, ég man nú reyndar ekki dagsetninguna, sem að við vorum að samþykja líka bara reglur varðandi styrkveitingar bæjarins og þetta bara eitt af því sem að þarf að skoða í samhengi. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Lára Halldóru Eiríksdóttur fyrir, bæjarfulltrúa Brynjólfur Ingólfsson gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessu umræðu. Hún er mjög þörf og gagnleg og ég fegin bara að fá upp á borðið öll spilin. Við skulum aðeins rifja upp hvernig lautin var til. Hún var til árið 2000 með því að þau tóku saman höndum Rauði krossinn, Geðvendafélagið og Akureyrarbær. Með tímanum þróast þetta þannig að grasrótarfélögin drógu sig út og Akureyrarbær með þetta á sinni könnu núna, eingöngu. Þetta er einhverstað nála 30 milljónum á ári. Kostar kannski eitthvað svipaður hjá grófinni og það er Vinnumálastofnunin sem er aðal sem veitir fjármagni inn í þetta núna fyrir utan styrki hérðan og þaðan. Norðurorka er verið duglega að styrkja þetta og ýmsi peningar að fengist hérðan og þaðan með því að vera duglega að sækjum. En maður spyr sig hvort að Akureyrarbær geti með góðu móti verið alveg utan með þetta á þeim forsendum að geðheilbrigðismál séu sko á verkefni eða séu á verkefnalista ríkisins. Ég er búin að lifa við það heila starfsævi að það var verið að bolta á milli sveitafélags og ríkis kostnaði við þetta og þetta og þetta í heilbrigðisþjónustunni og það virðist ætla að vera bara lögmál út og næstu aldir að það sé alltaf verið að togast á það hvort að þessi króna er komið frá ríkinu eða hvort hann er komið frá sveitafélaginu, hvort sem það er til menntamála eða heilbrigðismála. Við munum halda áfram þessu reiptogi en ég spyr mig samt, er ekki Akureyrarbær tilbúin að skoða það svolítið með augum okkar geðvinana að setja peninga í þetta þó að sé kannski ekki mikið en að styrkja þetta með einhverjum samningi þannig að það sé komin örlítil viðbótar fótfesta fyrir starfsemi grófarinnar framvegis. Því að eins og Jana benti á, það er vont að lifa við það frá ári til árs að þurfa að betla eða fara með betlist af og fá misjafnar undirtektir. Við vitum það sem höfum eitt starfsæðin í geðmálinu að þau hafa mjög mikla tilhneigingu til þess að færast alltaf neðar í forgangsröð. Það búið að forgangsraða hér og þar, heilbrigðismálum, menntamálum, út allt. Sumt þarf að bíða því það er ekki hægt að gera allt í einu. Jú, forgangsröðum, byrjum á þessu, látum þetta bíða. Síðan hefur, að því hann komin inn í eldri borgaramálin. Þar er líka sama tilhneiging fyrir málin að þokast einhvern veginn niður forgangsröðuna listan. Niður og niður. Það er geðmálin og það eru eldri borgaramálin. Svo ég komi nú bara öllu hjartasmálunum að í einu. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Brynjólfur Ingólfsson fyrir, bæjarfulltrúa Jana Salóme Ingibjörg Jónsdóttur gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þessa umræðu hér. Hún hefur verið lífileg og skemmtileg. Inn á vef Alþingis þá er þetta að finna alls konar lög og reglur
bæði markmið lögum lögum félagsþjónustu sveitarfélaga og þar talað því að félagsmála nefnd sem þá væntanlega velferðarráð hjá okkur skal vinna að því að fötluðu fólki hvort heldur af líkamlegum eða andlegum ástæðum séu tryggð sambærileg lífskjör og jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna. Jafnframt skulu fötluðu fólki sköpuð skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi með að við getu hvers og eins. Markmið stuðningsþjónustu að aðstoða og hæfa notendur sem þurfa aðstæðna sinna vegna og stuðningi að halda við athafnir daglegs lífs og eða til þess að rjúfa félagslega einangrun. Stuðningsþjónusta og það nákvæmlega það sem að grófin geðrætt gerir, að rjúfa félagslega einangrun. Þannig að við getum alveg farið í hártoganir það hér hvort að þetta að vera á hendi ríkisins eða sveitarfélagsins. Ég held að spurningin sé alltaf hvort vilji standi til þess. Að því að hér komu spurningar áðan upp hvort að hefði borist eitthvað formlegt erindi, að þá var sent erindi á formann velferðarráðs 8. september 2022 þar sem kemur meðal annars fram að grófin geðrækt að óska eftir aðstoð við húsnæðismál annars vegar og hins vegar aðstoð að þjónustu samningi við að fjármagna húsnæði og rekstur gróarinnar svo endar náið saman. Þannig að þetta formlega erindi hefur borist, það var hins vegar tekið fyrir sem styrkbeini vegna húsnæðis inn í velferðarráði og sett í einhvern styrktarpott en í erindi frá grófinni talað þjónustu samning meðal annars og það hefði verið hægt að afgreiða það þá. Þetta mér bara mikið hjartans mál og hefur verið lengi og mér þykir einhvern veginn miður að sjá að það humma þetta fram á sér enn og aftur því að líkt og bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á þá hefur þetta verið að velkast lengi í kerfinu og mér finnst bara komin tími til þess að við gerum eitthvað í þessu máli og stöndum okkur vel líkt og bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir kom inn á í máli sínu að þá var til dæmis núna í febrúar 2023 var velferðarráð Reykjavíkurborgar að samþykkja 4 milljónir á ári í 3 ár í styrktarsamningu í bergið Headspace sem fyrir ungmenni upp að 25 ára aldri og svo hugarafl 2 milljónir sem þá svipað úr og grófin 2 milljónir á ári í 3 ár og Reykjavíkurborg hefur stutt frekar myndarlega við þessa þjónustu en það þetta að miklu leyti félagsþjónusta sem ég tel að okkur sem sveitarfélag skylt að sinna eins og við getum gert en við erum ekki öll sammála hér inni og það bara svoleiðis, mér finnst það miður en við fáum ekki allt sem við viljum. Takk. Þakka bæjarfulltrúi Jönu Salóme Ingibjörgu Jónsdóttur fyrir, bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, af því að ég orðaði það það væri svona togstreitt á milli ríkis og sveitarfélaga hvaða þjónustu við höfum að vera að sinna. Það var það náttúrulega alls ekki svo og og þess vegna vil ég koma upp og segja ég held við séum ekkert svo rosalega mikið ósammála. Ég algjörlega á því að þetta mál sem við þurfum að leysa og það þýðir ekki að togast svo lengi og svo mikið á að það bitni alltaf á notendanum. Eins og það gerir í þessi tilfelli svo sannarlega. Þarna verið að ströggla ár frá ári kannski og verið að biðja styrki og fá ekki svör vegna þess að það vill enginn halda á boltanum eða kartöflunni eða hvernig sem maður kemur að því og og það þetta sem við þurfum að leysa. Hversu mikið og eins og bæjarfulltrúi Brynjólfur kom hérna inn á að við byrjuðum í samfloti með grasrótarhreyfingu með lautina og núna setur rekur sveitarfélagi 1 lautina alfarið sem þýðir einhverja milljónir á ári og ég held að við sem Akureyrarbær erum að gera feiknarlega vel að mörgu leyti en við getum gert betur og þarna sannarlega samtök sem við þurfum að skoða og með hvaða hætti við getum komið til mótsvið. En með ríki að sjálfsögðu að mínum mati. Mér finnst ríki ekki geta heldur undanskilið sig. Þetta sambland af heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu og einhvern veginn skarast þessi
ábyrgð, það er milli þessar stjórnsýslustiga og við verðum auðvitað að finna lausn á því þannig að það bitni ekki á notendum. Þannig að ég held að við séum sammála þó að við viljum kannski hérna í meirihlutanum að þetta verði afgreitt endanlega inn í velferðaráði og það liggur fyrir að við fórum yfir líkt og bæjarfulltrúi Lára Halldóra kom hérna inn á að þá var velferðaráð ekki með mikla fjármunni til skiptana þegar það var verið að skoða alla styrktarsamningana. Þannig að það var ekki hægt að koma til móts við allar þær óskir sem bárust og það er leitt ef að erindi hefur verið tvískipt og því hefur ekki verið svarað að fullu leiti og ég bara treysti því að velferðaráð komi til með að klára að skoða það og hvernig má koma til móts við þennan hóp í framhaldinu. En það kemur þá væntanlega inn á fjárhagsáætlun næsta árs. En ég tek undir með þeim sem hafa komið hérna á undan að ég held að við séum all sammála það að þessi hópur, hann getur ekki liðið fyrir það að við getum ekki komist að einhverju samkomulagi hvernig á að fjármagna eða veita þjónustuna. Það er einhvern veginn galið. Þannig að við verðum bara að klára þetta málefni og þó fyrr hefur verið. Þakka bæjarfulltrúa Hallibjörg Hreinsdóttir fyrir, bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi koma hérna upp og byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur fyrir að taka þetta mál upp hér í bæjarstjórn sem að skipti töluverðu máli og ég veit fyrir víst að hún brennur fyrir og við held ég mörg hérna í salnum eins og heyra má. Ég held að þessi umræða hafa að mörguleiti verið gagnleg og þar situr svolítið eftir hjá mér kannski í fyrsta lagi þetta verkaskiptingu ríkis og sveitafélag og svo framvegis en líkt og bæjarfulltrúi Jana Salóme vitnaði í lögin félagsþjónustuna að þá er væntanlega hægt að horfa til þess að sannarlega hafa sveitafélag skilgreint hlutverk í þjónustu við fatlað fólk og eins og þar kemur skýrt fram að þá á það bæði við föllum hvort sem er að líkamlegum eða andlegum ástæðum þannig að við höfum það algjörlega á hreinu. Mér finnst líka mikilvægt innlegg sem bæjarfulltrúi Brynjólfur komið hérna áðan sem að ég tel að sé alveg áhyggjuefni að málefni sem að varða geðheilbrigðismál eigi það til að verða ansi aftarlega í forgangsröðuninni þegar það kemur að áherslum og skiptingu fjármuna. Þrátt fyrir það hversu margir eru að glíma við vandlegum toga sem að ég tel að skipti miklu máli fyrir þetta samfélag og endanum bursi frá allri hártogun hver er hlutur hvers og hvaðan peningarnir er að koma, hvar umræðan er að fara fram og svo framvegis, þá endanum er þetta líka spurningum vilja. Bara hvað viljum við gera? Hvernig viljum við forgangsraða? Ég vil bara koma einn upp til þess að taka undir tillögu bæjarfulltrúa Jönu Salóme sem að ég mun styðja heilshugar. Hvet líka meirhlutann sem hefur þá verið að funda með grófinni til þess að horfa til leiðbenningaskyldunar okkar sem að við höfum. Þar að segja að leiðbenna vel aðilum að því hvernig þau bera sig að í samskiptu við sveitafélag. Þannig að til dæmis leiðbenna formleg erindi til þess að allt fari rétta leið. Þannig að bara takk fyrir þessa góðu umræðu. Ég vona að við séum að færa okkar eitthvað nær því að mínu mati eins og bæjarfulltrúi Hallibjörg Hreinsdóttir komin á áðan þá hefur þetta einhvern veginn verið til umræðu allt og langt skeið án þess að það sé einhvern veginn hægt að ljúka málinu. Þannig að enn og aftur takk fyrir umræðuna og ég hvet okkur til góðra verka í þessu efni og eins og ég segi þá styð ég þessa tillögu. Þakka bæjarfulltrúa Hilda Jana Gísladóttir fyrir orðið laust. Bæjarfulltrúa Sunna Lín Jónsdóttir, svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Láru Halldóru fyrir að koma hérna upp og bregðast við spurningum minni og við greinilega fengi báðar sömu skilaboðin frá grófinni að það sé verið að vísa í þetta úrræði og við sjáum þá líka að virkið, ungmennahús líka, við sjáum það bara heimasíðu virkisins að það vísað í þetta úrræði og þá voru við þá farin að tala 2 svið sem eru að vísa í þetta úrræði hjá Akureyrarbæ. Þannig að ég sé
bara til mjög mikilvægt að við berum ábyrgð á þessari þjónustu sem við erum að vísa í. En áhugaverð umræða hjá bæjarfulltrúa Brynjólfi forgangsröðun og ég ætla bara aðeins að leyfa mér að hoppa aðeins aftur yfir umræðuna heimsmarkmiðin, þar sem að við vorum aðeins að tala hvort að við þyrftum að forgangsraða og skoða allar stefnurnar okkar. Við erum með margar stefnur, gríðarlega metnaðarfullar og við náum aldrei að uppfylla nema brota þeim af því að við erum aldrei að skoða þær í einni heild. Og þar til dæmis myndi kannski geðheilbrigðismál skora hærra þegar við farum að endurskoða allan pakkan okkar. Bara smá innlegg. En ég gleymdi bara áðan að nefna það að ég styð tillögu bæjarfulltrúa Jönu Salóme og þetta hefur verið í umræðan alveg ótrúlega lengi og mér finnst þetta verða orðið bara ótrúlega oft svarið hjá meirihlutanum að sér vera að skoða málin. En þetta er náttúrulega búið að velkast í kerfinu rosalega lengi og og það er kannski verið pínu gagnrýnt að við sem að taka upp mál sem eiga heim í nefndunum, en ef þetta fær ekki pláss í nefndunum þá er þetta okkar bara vettvangur til að koma okkar málum á framfæri og íta aðeins við þeim. Af því við gerum þá ráð fyrir að þetta mál verði tekið upp á næsta velferðarráðsfundi. Samkvæmt stjórnsýslu reglunum okkar eða samþykktum. Takk fyrir. Takk bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttir fyrir orðið laust. Bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka góðar umræður. Eins og ég tók fram áðan þá mun velferðarráð vinna málið áfram og er enginn að humma málið fram hjá sér eins og bæjarfulltrúi Jana Salóme orðaði það hér áðan. Grófin geðrækt hlaut 1 milljón frá okkur þann 23. nóvember þegar við útlutuðum úr sjóðnum sem við áttum þá. Húsnæðismálin fóru hins vegar í þetta samtal lautarinnar og grófarinnar. Þannig að þetta er ennþá bara í vinnslu og verður unnið áfram. En ég vil lesa upp bókun meirihlutans hér. Grófin geðrækt er mikilvægur vettvangur fyrir fólk sem glímir við geðraskanir. Starfsfólk velferðarsviðs hefur nokkurt skeið verið í samtali við forsvarsfólk grófarinnar hvort og hvernig sveitarfélagið getur komið að því að styðja við starfsemina. Það samtal er enn í gangi. Meirihlutinn telur eðlilegt að velferðarráð ljúki þeirri vinnu sem hafin er og leggi tillögu að næstu skrefum fyrir bæjarráð. Takk fyrir. Takk bæjarfulltrúa Huldu Elma Eysteinsdóttir fyrir orðið laust. Ekki fleiri sem takk máls, þá lesi ég upp tillögu Jönu Salóme Ingibjörgu Jónsdóttir, tillögu Jönu hljómar svokallandi. Bæjarstjórn gerir sig grein fyrir þeirri mikilvægu þjónustu sem grófin geðrækt sinnir í samfélaginu okkar og samþykkir að gerður verði þjónustusamningur við grófina geðrækt til 3 ára. Bæjarstjórn vísi gerð þjónustusamnings til velferðarráðs þau sem að samþykkir eftir bönd. Það eru 5 sem samþykkja. Þau sem eru á móti. Það eru 6.